Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Komið sæl og blessuð. Í dag ætlum við að fjalla krabbamein og þá einkanlega krabbamein og ungt fólk. Og hingað til mín eru komin þau Hannes Rúnar Hannesson sem varaformaður Krafts og Melkorka Matthíasdóttir sem starfar hjá Ljósinu, þeirri ágætu stofnun og verið hjartanlega velkomin. Takk fyrir. Mér datti að skegla svolítið inn í þennan heim ungs fólks sem greinist með krabbamein og sem upplifir krabbamein hjá sínum nánustu og langar aðeins að byrja á því að heyra ykkar sögu, Hannes. Hvernig tengist þú krabbameini? Það kannski sem verið ýmislegt í minni fjölskyldu sko, en svona kannski það sem mín svona sterkasta tenging við krabbamein og þau svona félög og annað sem þar þau sem starfa þarna í kring það hérna kona mín sem greindist með krabbamein vorið 2021 greindist þá með 3 neikvæð hraðvaxandi brjóstakrabbamein og eftir svona ansi erfiða baráttu við það í 5. mánuð þá lést hún 13. ágúst 2022. Þannig að það var ekki það eina sem hefur hent í þinni fjölskyldu? Nei, það alveg rétt. Ég bæði misti bróður og föður úr krabbameini á undanförnum árum líka. Sumir fór stærri pakka en aðrir. Já, það alveg þannig. Melkorka, hvernig þín saga? Já, mín saga þannig að systir mín, eldri systir mín fær krabbamein árið 2008 og það svona fyrsta skipti sem bara einhverju fjölskyldunni í kringum mig fær svona krabbamein, þannig að það var svolítið svona, já, svolítið afneitun fann ég allavega að minni hálfu, en það var mjög alvarlegt krabbamein, en hún svona, já, losnar við það í smá tíma, en svo komu meinvörp aftur 2012 og þá var mjög erfið barátta og framundan og hún lést sem sagt í byrjun árs 2015 og svo í lok árs 2016 þá greinist ég sjálf með brjóstakrabbamein og en þarna í millitíðinni þegar systir mín Kristín Björg Hermannsdóttir var eiginlega búin með sitt krabbamein þarna fyrra þegar hún var svona hélt hún væri búin að ná þessu þá greindist mamma mín með krabbamein og var sem betur fer bara var það staðbundið og það var skurðtækt og hún fór í geisla en ekki í lyf og systir mín talaði alltaf það hún hefði fengið krabbamein hann á undan til þess að geta hjálpa mömmu sinni og hjálpa henni að gangi gegnum sitt krabbamein. Það þetta líta bjartir með á málið. Já, og kom viðtal við það einmitt mæðgur í vikunni í svona bleiku blaði og en já, svo bara var það ofsalega erfið lífsreynsla að missa síðan systur þarna úr krabbameini og já, og þá var það eiginlega svona kannski meira sjokk fyrir mig að fá krabbamein svona stuttu eftir að hafa Var þetta sama tegund af krabbamein? Nei, þetta var ekki brakka eða neitt. Nei, ekkert ættgengt. En jú, hún reyndar hálfsystir mín sem hefur með sammæðra. Þannig að hún var með eitthvað svona genetískt en það var ekki það sama og við vorum með Nei. Og við fengum ekki sama heldur ég og mamma, þannig að stundum þetta bara svona slembi. Já, það virðist vera sem að slembi ólukka. Akkurat. En hægt að lýsa því hvernig fólki verður við að fá svona greiningu, Hannes? Hvernig, nú þið ung fjölskylda með lítið börn, hvernig var þessi tilfinning? Já, hún var erfið sko, eðlilega, en þá kannski líka þetta aldrei svona sérstætt þegar ferlið í þessu getur verið svo mislangt eins og í okkar tilviki að þá grunaði Vilborgu konun minni það alveg að þetta væri máli og að búið að vera í allum tíma við vorum að fara í gegnum myndatökur og dómskoðanir sem að sýndu þetta ekki þú veist, svona greiningaferli tók það alveg til langan tíma þannig að við vorum búin að fá svona falskar jákvæðar niðurstöður það að þetta væri nú ekki svona slæmt og mögulega bara einhverjir fitukirtlar og eitthvað annað sem væri að valda einhver vandræðum eitthvað þannig að þú veist, en samt þannig að það búið að vera kannski einhver meðgöngu tíma á þessu en svo þegar þetta kemur þú veist, staðfestingin þá er það bara eins og að vera lamin í andlitið sko, það er mjög þungt högg og en við svo sem hann var
vegna eðlis krabbameinsins, þetta var svona hraðvaxandi mein, þá þurfti að bregðast bara mjög hratt við og komast mjög fljótt inn í lyfjameðferð og sem þýddi að það voru að fara að verða tölulegar breytingar á okkar hugum mjög hratt, þannig að við tókum svo sem bara þann pól í hæðina eftir svona gott samtal okkar á milli að við ættum þannig að stelpunar okkar 6 og 10 ára gamlar, þannig að við áttum bara nokkuð svona opið og hreinskiptið samtal með þeim og og hvað segir, svona reyndum að mæta þeim svona það sem að þær eru í því, einfalt samtal, eða ekki einfalt samtal, þetta svona einföld orð og halda þessu á eins einfaldan hátt og hægt var. Leituðu þið einhverjar hjálpar þarna til að byrja með, til dæmis á krafti eða ljósinu? Já, við gerum það, við náttúrulega okkur vísað, af krabbameinsdeildinni bæði á ljósið og kraft og og vorum svona fljótt komin inn á Gafljókrafti og bara sækja upplýsingar og fá hjá þeim þessi mögnuðu bók sem þokk ég með krabbamein og sem ég tótt að skrifa og stoppa því. Já, bara máttu vera það, hún er algjörlega mögnuð og svona ótrúlega gott uppflyttir rit sem við svona reynum svona að uppfæra reglulega. Gott að heyra. Og já, en fengum líka bara mjög mikið af bæði góðum upplýsingum, en fengum líka bara svona hlýtt og gott viðmótar sem er mikilvægt þegar þú ert í einhverjum svona stormi, einhverjum svona upplýsingaóöryggi, það er eitthvað sem við upplifum mjög mikið og það er allir þessir óvissupunktar, og ég missir held ég ferla sem mætti alveg laga þessu, ég held ef ég man þetta rétt að þá fáum við rauninni staðfestu greininguna á föstudegi og förum einhvern veginn bara heim og þú veist bara hvað er inn í einhverja helgi og það er ekki ekkert að ná inn og það er einhverja upplýsingar að fá þú verður svona dálítið það er það bara þessi óvissu, þú veist að lifa í stansu óvissu en hræðslu og óvissu saman Það einmitt margir talað þetta því að krabbameini fer ekkert í helgafrí Nei, það er nú málið. Það er alveg þannig að en við fengum bæði einmitt svona góðan svona hlýjan stuðning kraftið þarna og svona leiðsögnum margt og svo náttúrulega bara leið og hún var svona komin á stað þannig í lyfjameðferðinni og þegar henni leið vel gátum fara að sækja sér endurhæfingu í ljósinu líka eða svona vinnu þar á meðal og ég segi það er líka kannski, ég myndi segja styrkur beggja svona sameiginlegur styrkur beggja félaga er lengur held ég rosalega mikið í samferðafólkinu að það er stúrt að hitta fólk og kynnast fólki sem hefur eða er að ganga þessi skref. Svona jafningjastuðningur. Já, algjörlega. Og bara það er eitthvað sem hefur lagt mikið upp úr bara í jafningjastuðningsneti á krafti og ljósinu er kannski meira bara eins og í gegnum það sem ég veit að Sóley Melkorka er að gerðið þú að kenna í leirnum þessi iðja að fá eitthvað að gera og að hafa dagskrá og bara þessi líka allan ég man bara með Vilborgu bara vinkonu hópurinn sem kynntist í leirgerðinni og með fullyrðingin þá snýrist það ekki alltaf leirgerðin sem slíka það snýrist það það að það væri að vera að gera eitthvað uppbyggjandi á sama tíma og þú ert að kynna skonum og þá líður þér nægilega vel til þess að þú færð að deila og opna þig og slaka og það er bara svo mikilvægt það er svo ótrúlega mikilvægt að sitja ekki með þetta allt inni og vera ekki endilega bara í samtalinu heldur líka svona í flæði með og þá opnast þetta það er, mér finnst það ótrúlega svona fallegt. Melkorka, hvernig voru þín viðbrögð þegar þú fékkst þessi illu tíðindi? Þegar ég fékk þessi tíðindi þá var náttúrulega fyrsta hugsunin mín var ljósið og það var aðallega út af því að Kristi Björg talaði svo mikið ljósið og talaði svo vel það og hún átti einmitt svo góða vinkonur sem hún hefði kynnst þar og það er svona dýpri skilningur og eitthvað en ég var ekkert endilega að hugsa það heldur bara svona ljósið getur gripið mig og ég labbaði þar inn bara eiginlega leið og ég fekk greiningu sem var rétt fyrir jólin 2016 ég þurfti að fara svona í jólafrí með fullt af óvissu og en það var svo gott að fara aðeins fyrir jól inn í ljósið og þau grípa mann bara leið og maður labbar inn í dyrnar það þarf ekkert að skrá sig fyrirfram eða neitt og það er svo mikil styrkleiki í ljósinu og það er svo mikilvægt og dýrmætt að þau fái að
gera það áfram. En já, þannig að ég fekk alveg svona eiginlega bara stuðning strax þar, sko. Fylltistu aldrei neinu vonleysi? Nú hafa margir sko bara séð fyrir sér dauðan þegar þeir fá þessa greiningu. Svo ég tala nú hreint út. Já, einmitt. Þetta var náttúrulega svona, þetta var mjög mikið áfall en það er svo skrítið að maður hefur alltaf einhvern veginn þessa von í hjartanu og þó að ég hafi hugsað oft, þú veist, bara já, ég er bara komin á þessu sömu braut og systir mín og var svona einhvern veginn svolítið svona, já, maður er settur niður, sko, að þá einhvern veginn bara var þessi hugsun, sko, nei, ég ætla að taka þetta bara, þú veist, þetta verkefni og ég ætla að takast á við það og reyna að vera bara æðrulaus og jákvæð og bara nýta mér allt sem hægt er að nýta í sem verkfæri eins og í ljósi býður upp á þessi öll þessi námskeið sem þau eru með. Ég fór í myndlist, ég fór í leirlist og tók þátt í alls konar samtalshópum sem að þau bjóða upp á og einmitt jafningjahópum og þannig að ég hafiði bara nóg að gera og fann mig rosalega í því að hafa svona bara já, einmitt þessa dagskrá, sko, og leirinn hann eiginlega svona lúmst greip mig svolítið líka af því að ég fann eitthvað flæði þar sem að í fyrsta skipti í langan tíma man ég eftir þessari hugsun, já, ég er búin að sitja í 3 klukkutíma að leira og ég er ekki búin að hugsa neitt krabbamein í þessa 3 klukkutíma og það var svona alveg bara svona vá, þetta er alveg ótrúlega dýrmætt að geta gleymt sér einhver öðru heldur en að því að hausinn á manni fyllist af hugsunum krabbamein og allt sem því fylgir þessar aðgerðir allar og lyfjameðferðir, sko, að maður er alltaf að hugsa. En þú hefur gengið í gegnum þetta allt saman án þess að það kæmu einhvers konar meinvörp eða slíkt eins og gerist í tilfelli eiginkonu Hannesar. Já, og systur minnar. Já, og systur þínar. Já, þannig að þú hefur verið eina þessum heppnu. Já, ég fekk hormónatengt krabbamein og það var alltaf talað það að ég væri heppin að því leyti af því að það er svo ótrúlega sterkt að geta drepið niður hormónin og þannig komið í veg fyrir að þau blossi upp og virki eitthvað sem að gæti verið meinvörp. Þannig að ég er búin að vera mjög samviskusum að taka mín andhormón þó að með öllum þeim aukaverkunum sem því fylgja. En ég er einhvern veginn fullviss það að það hafi haldið þessu. Jákvæðnin skiptir máli. Hannes, er hægt að vera jákvæður í svona aðstæðum? Já, þú veist, það er hægt að vera jákvæður í öllum aðstæðum, sko, held ég, en það er alveg erfitt og það er krefjandi og ég held að og það reyndist okkur alveg, þú veist, erfitt á köflum en svo það líka getur bara verið mikilvægt, þú veist, það er mikilvægt bara upp á bæði andan og barátuna og það, sko, en svo það líka bara mikilvægt að út börn og að þú veist, það er mjög eðlilegt að taka þetta með sér heim og það verða aukinn þyngsli og bara, þú veist, og svo getur líka fyllt svona ákveðin svona einangrun og en Sóttur eitthvað í svona jafningjahópa, til dæmis, ekki hópar í ljósinu þar sem maður tekið fyrir maka? Jú, ég þetta gerði það ekki, sko, ég sótti ekki í ljósinu, en þú veist, við bara vorum til dæmis mjög duglega að mæta á viðburði hjá Krafti. Þú veist, Krafti var bara með, þú veist, það var bara á mjög svona aðgengilegt félag fyrir okkur allavega og við sóttum þar inn og það var líka, og svo reglulegt við gátum tekið krakka eða stelpuna með, þú veist, tekið börni með og við erum með og þú veist, sýnt þeim þetta bara samfélag að þú veist, þetta við erum bara í þessu, þetta er okkar svona nýr veruleiki fyrir okkur og þannig að það var okkur mikilvægt að geta gert þetta öll saman, að þú veist, að farðinu og þú veist, eins og ekki vera að fela þetta fyrir stelpunum og halda þeim upplýstum og það er, þú veist, alveg klálega einn af svona helstu styrkleikum Krafts er svona mikill fókus sem þetta á jákvæðni og á þú veist með kraftinn, þú veist að halda áfram og þú veist að ekki gefast upp og þú veist það eru og það eru einhverjar aðrir með þér sem að geta þú veist siglt þessu sömu leið og að sigla þessu sömu leið, sko. Samanber slagorð að lífið er núna. Einmitt, þú veist, bara ekki hætta, þú veist, og það er alveg ótrúlega gott, þannig að það reyndist okkur mjög vel, en eins og þú veist, svo er alveg þú veist, og þú veist, minnst bæði, eins og margt þarna í ljósinu, þó ég hef ekki sótt aðstandakraftin þar, en Kraftur er líka síðan með svona aðstandakraft, eða þeir eru með aðstandanámskeið sem að, og ég sótti svo sem það ekki heldur hjá Krafti, en það var náttúrulega, svo er þessu tímabilið, sko, við náttúrulega erum hérna í miðju COVID, þú veist, þannig að það er öll, sko, starfsemi er líka bara dálítið takmarkaðri á þessum tíma, þú veist, það var ekkert allt í boði sem að er í boði núna eða það var jafnvel fyrir, sko.
og þú veist, það svona jóka eins á þú veist, þennan einangrun hluta sko, þú veist, þannig að bæði varstu komin með einstakling sem var í harðri krabbameinsmeðferð í og svona aggressífri krabbameinsmeðferð og ónæmisbælandi krabbameinsmeðferð á sama tíma og það gengur yfir heimsfaraldur með þú veist, sem að bara maður veit ekki allt í dag einu sinni en þú veist, þannig alltaf með þeim skilaboðum og þeim tíma að þú veist með ónæmisbælda einstaklinga og þú veist og það eru allir að smitast sko. Það var líka bara þú veist, það þýddi að við þurftum Nei, við þurftum að vera mjög mikið bara eins sko. Já. Það hefur stundum verið sagt að viðbrögð fólks getur verið svolítið undarleg þegar að náinn ættingi greinist, eða vinur, við kunum tala bara vini því að nánir ættingjar eru auðvitað alltaf inn í myndinni sem einn hópur en vinir hafa brugðist svolítið sérkennilega við stundum. Hafið þið þá reynslu? Já, vilt þú byrja að... Já, nei, ég svona ekki mikið svona reynslu af því, sko. Nei, fólk hefur ekkert verið að forðast þig eða fjölskylduna. Nei. Það er gott að heyra. Ég ég opnaði Facebook síðu þarna 2017 þegar ég var í meðferðina því að var alltaf allir að hringja og spurja og hvernig ég hefði það. Og ég bara pikkaði þá inn sem að voru mest að spurja og var bara með síðu sem hét stuðningsliðið. Og þar var líka svolítið næring að fá alltaf þennan stuðning þegar maður var að segja frá einhverju, maður var að fara í gegnum þetta eða fara í gegnum hitt, að þá kom alltaf bara, já, flott hjá þér, þú ert frábær og þú getur þetta og það var svo rosalega, já, þetta var svo hlýtt í hjartaði hvert sinn, sko, að sjá alla þessi kringumann sem að bara voru að hugsa til mann, svo getur við gert eitthvað, ef við koma með eitthvað handa þér, ef við keira þig eitthvað eða, þannig að það var bara stanslaus, já, svona stuðningur sem maður fann sko, ég sé að þú ert með sítt og fallegt hár mistur það þegar þú já, ég misti það margar konur hafa verið ákvæðlega viðkvæma fyrir þessu já, ég hef alltaf verið með stutt hár eiginlega alla tíð og já, bara nema fermingunni minni eða eitthvað sko, þannig að ég var alltaf bara, mér fannst það bara þægilegast og svo þegar ég misti hárið þá ég var kannski svolítið skrítin með það, mér fannst það bara ákveðið spennandi, ég var ekki neikvætt einhvern veginn, ég var bara svona já, heyrðu, ég er svolítið töff, svona sköllótt og var skreittið með eyrnalokkum og eitthvað og svo þegar hárið kom síðan tilbaka þá var það aðeins öðruvísi og það var svona aðeins þykkara og það voru alltaf komnir liðir í það hafa aldrei verið liðir, alltaf verið rosalega slétt, þannig að ég svona sá einhvern veginn bara jákvætt og nú bara hugsaði ég bara, nú ætla ég að láta það vaksa og ég ætla bara að safna því og halda utan það og þykja vænt það. Það hefur lykkast vel. Hannes, hvað með viðbröðin við krabbaminn í þínu nánasta umhverfi? Þetta ég held að það hefur verið en ótrúlega góð leið sem að Melkorka fóð með sitt sko, að þetta stofna þessa Facebook síðu og sem með sitt stuðningslið og þú veist, bæði út frá því að þessu upplýsinga fulltrúa hlutverki sem að alveg erfitt, þú veist, þetta sko, vilja allir vel og það vilja allir líka vita hvað að gerast, ég meina óvissan líka nær til vina og ættingja á þannig en þegar þú ert farin að svara sömu spurningunum og jafnvel erfiðum spurningum þegar það eru erfiða fréttir aftur og aftur og aftur, það er rosalega íþyngjandi og það er svona þegar þú ert komið kannski eitthvað svona miðlaðan punkt og getur miðlað þessu einu sinni eða jafnvel ert með einhvern í því fyrir þig þá ætla ég að það sé mjög snið en líka það að svo hináttina það er þetta með að vera aðstandandi og vera vinur eða ættingi í svona getur verið bara flókið á þann hátt að þú veist ekki alveg hver andla þín aðkoma og þú veist eins og þetta þú nefndir að fólk það getur komið einhverju svona kjósa að halda sig í einhverju fjarlægð og það er ekkit endilega vegna þess að þú veist hvað ég segja, þú veist það er ekkit að fólk sé eitthvað endilega alltaf hrætt við þetta eða það er bara fullt fólk vill ekki endilega ána það að þú veist það er bara kannski hrætt við það að það sé álæg sé nátt án þess að ég sé bæti einhverju hérna ofan á og fólk veit bara ekki alveg hvernig það á að nálgast þetta og þannig að þegar þú komið með einhverju svona síðu að þá held ég að það er mitt gefið frekari svona vettfang fyrir það að hópa sér saman að taka þátt og stuðja við á einhvern markvissan hátt og þetta er alveg mikilvægt ég bara hljó eftir því að Viktoría Jensdóttir sem er formaður Krafts var með erindi á mannauðsráðstefnu núna í hvort það verið í sumar eða vor það er ekki langt síðan að það sem hún komið með aðeins inn á þetta að
að þú veist, svona skilabóð sem að krabbameinsgreindir fá mjög mikið að þú veist af mér sko, þú veist af mér og þú veist af öllum sko, þú veist, þannig að það þú veist, og ég skila vel sem aðstandi og heilmegin frá að þú veist ekki alveg hvað þú gera, þannig að þú notar eitthvað svona staðlað hugtak sem þú veist af mér hérna en með þessu þá ertu kannski líka að færa bara alltaf ábyrgð á þann krabbameinsgreinda að finna þessum hlutverk og finna öllum hlutverk sko. Og þannig sem er vinna og ábyrgð og álag og þú veist og bara þannig að þú í rauninni frekar biður fólk aldrei neitt sko. Veist, þannig að í þessum tilgangum þá er þetta mjög gott einmitt fyrir þá sem að svona standa nærir og vilja hjálpa þú veist bara að gera það, ekki að þú veist vera til staðar heldur að þú veist vera til staðar framkvæma og það getur verið sko bara þessi litlu hlutir fyrir ekki en bara þú veist hvað er það og það er þetta getur verið bara koma með mat bara mæta með eina kvöldmáltíð eða eitthvað sem getur sett í fristinn og er tilbúið til upptunar koma og þrífa á heimilinu þú veist bara þessi frábær punktur bara 2-3 tímar á miðjum laugardegi til þess að þú veist foreldrarnir geti kannski bara þrifið sjálf bara þú veist skapa það er rétt sem þú segir að það er erfitt að biðja um hjálp það er erfitt að biðja um hjálp þó að fólk viti að hún sé til staðar þá er kannski erfitt að fara fram á það og ég get alveg sko svona yfirfært þetta þó að það sé kannski ekki akkúrat umræðin hérna en ég var með svona stödd á hugveiki á hérna á allra heilarmessu hérna í Garðakirkjudaginn hjá henni hérna Matthildi Bjarnadóttur sem er prestur þar hérna í Víðlandskirkju og þeim að þar fyrir þá sem hafa mist og þetta þú getum gengur alltaf svipað yfir til þessa hóps veist, sem að sitja eftir sko, veist, ekkjur og eklar sko, sem að eru að þar fáum við mjög mikið hérna, til dæmis þessa línu sko, ekki gleyma að huga sjálf með þér og ég er búin að hugsa mikið um það yfir þessi 3 ár sko, veist, það er bara mjög erfitt að huga að sjálfum sér og ef ég ætla að huga að sjálfum mér þá á kostnað hvers er það, þú veist hvað þú veist, nú er bara dagskráin er þétt með, þú veist, bara vinnu og börn og bara þú ert einn heili fyrir allt heimilið og allt saman, þú veist, þessi þriðavaktin og allt það, þetta er bara allt hjá þér, sko, og þetta, ég kann að meta hugmyndina, þú veist, að huga það sjálfur, en þú veist, mættu þið kannski bara huga að mér, þú veist, þannig að þú veist, þetta er að sama eins og með hitt, þú veist, ég er ekki að vita af þér, heldur bara komdu bara og gerðu, þú veist, bara taktu einmitt börnin 2-3 tíma eða gerðu eitthvað svona markvisst þarna inn, sko. En nú voru þið í þeirra aðstöðu, gerir ég ráð fyrir að þið voru bæði í fullri vinnu þegar þið greinist, eða þegar kona þín greinist og þú greinist. Hafði þetta ekki mikil áhrif bara á lífsafkomuna? Jú, algjörlega. Ég fann það alveg, sko, reyndar, ég er kennari í menntaskólanum við Sund, jarðfræðikennari þar og ég var í alls konar nefndum og ráðum og ég var formaður félags raungreinakennara og ég var í stjórn foreldrafélags skólans hjá börnunum mínum og bekkjafulltrúi þar og bara alls konar, sko, þannig að maður var bara með puttan einhvern veginn svona út um allt, sko. Og það var náttúrulega rosalega mikið einhvern veginn hvellur að vera bara allt í einu kippt undir manni fótunum og maður bara treysti sér allt í einu ekki í neitt og það maður hugsaði líka bara, þú veist, vá, það þurfti örugglega 7 manneskjur að taka við að mér í öll þessi hlutverk sem að ég var sett í, sko. Þannig að það var bara mjög svona skrítin tilfinning, sko. Og kannski svolítið já, maður lærði svolítið kannski á því að maður er ekki alveg ómissandi, sko. Allt í einu vaknar maður upp við það, heyrðu, það er fullt af fólki bara að gera hluti sem að ég hélt að enginn gæti gert nema ég. Og en já, svona fjárhagslega þá, þú veist, greip kennarasambandi mig, sko. En ég var samt ekki með alveg veikindaleyfi í heilt ár, þannig ég þurfti að fara á sjúkradagpeninga síðan, sko. Og þá var það byrjaði að vera erfitt, sko. Þannig að þá fann maður bara hvernig maður þurfti að nurla saman bara einhvern veginn fyrir öllu, sko. En það hlýtur að vera öðruvísi í þínu tilfelli, Hannes, þar sem þú ert ekki sá veiki. Þannig að, en þetta hlýtur að hafa áhrif á bara afkomu fjölskyldunar. Jú, ég veit það klárlega, en þú veist, kannski samt á svipaðan hátt, sko, því að þú veist, það er aftur, þú veist, fyrsta sem gerist náttúrulega og þú klárar bara þinn almenna veikindarétt
sem að Vilborg gerði þá fyrir sig og sem að ég maður rétt hún átti þetta var svona á annan mánuð kannski þá tekur við sko hún var félagsmaður í Vaffer og þá tekur við sko 6 mánuður sem ég held að þú settir með 80% tekjum upp að einhverju hámarki og þú veist þannig að það var einmitt þetta náði ekki ára þetta var svona kannski ef ég maður rétt þá var þetta í febrúar 2022 þú veist þá svona 8 mánuðum eftir greiningu og þá eru við komin bara í sjúkratryggingar sko þú veist þá fer þetta býta bara verulega sko. Þurfti þú ekkert að vinka við vinnu? Jú, ég þurfti alveg að gera það og þú veist tók alveg sérstaklega sko það var aðeins misjandi þú veist ég bara bæði heppin með það þú veist hvað ég starfa og bara með vinnuvinda að ég hef tölvöld mikið sveigleika í starfi þú veist óháð þessu en svo með þessu þá þurfti ég miklu meiri sveigleika í starfinu og ég fekk hann og ég fekk bara ótrúlega góðan stuðning hjá mínum vinnuvindum og bara var ótrúlega heppin með það þannig að sem, það er rosa dýrmætt já, bara, og þú veist og það er bara langt frá því að vera gefið sko. Já, og þú veist þannig ég var mjög lánsam með það bæði bara gott fólk og bæði þetta og bæði við sem þá þú veist kannski vinnuveitn og minna yfirmenn þannig en líka bara samstarfsfólki bara þú veist sem að þú veist mín fjarvera olli því bara það voru bara meiri verkefni eða fleiri verkefni sem að lága á færri höndum og þau bara listu það og þannig að ég var mjög lánsamur með þetta en þú veist það var reyna kannski síðan bara meira þú veist þarna yfir hennar veikindatíma þá þetta þú veist Vilborg sem er alveg frá vinnu en svo það kannski svona þegar að fara að halla svona verandafættu og það svona við svona síðasti mánuður þar var ég síðan alveg frá vinnu sko þú veist þá ég komin bara í rauninni svona dagstæla stanslausa umönnun og með börnin líka og annað þú veist þar þurfti ég síðan að kópla mig út úr vinnu í svona, já, það verið svona kannski í 3-4 vikur í aðdraganda og svo aftur 2 vikur eftir. Mér verður hugsað til barnan ykkar. Þú talaðir það Hannes að eða þið hefðu talað við þau á þeim nótum að þau skildu hvað þeim var að vera. Já. Og hægt að skýra þetta út fyrir börnum? Það er alveg svona svolítið áskorun sko. Það er það. Já. Mín börn voru 10 og 11 ára strákarnir og 16 ára stelpa mín. Þannig að, og þau náttúrulega líka nýbúin að missa góða frænku. Þannig að ég held að þau hafa bara strax gert sig grein fyrir sko. Dóttir mín fór með mér á líknadeildina nokkrum sinnum sko þegar hún var að kveðja. Og kveðja frænku sína sko og þau náttúrulega bara elskuðu hana sko, hún var svo mikið barnagæla sko, hún bara elskaði börn og var alltaf að degra við þau þannig að þetta var örugglega svolítið áfall fyrir þau sko að ég væri komið með brjóstkarm en ég held að það hafi verið svona einhvern veginn auðveldara kannski að því leyti. Börnin þín missa þarna mömmu sína það er kannski ósanngjarnt að spyrja hvernig þau hafi tekið því að maður reikna með að það hefur verið alveg skelfilegt áfall fyrir þau. Já, það var það sko. Og eins og þetta með það að tala við börn, ég held að auðvitað bara ferða líka eftir börnum og aðstæðum og hvernig kannski samskiptamáttar hafa líka bara verið fyrir og annað það er svo margt sem að spila inn í. Við hefum sem alltaf verið bara mikið svona samtalsfjölskylda sko, þannig að það allan samtal gekk mjög vel hjá okkur og eins og þú líka gerir ekki fyrir að þú talar kannski ekki alveg samháttu 6 og 10 ára sko, það er munur þar og tölum við þar saman til að byrja með. En athyglisbanið til dæmis hjá þeirri sem var 6 ára þenn tíma, þetta var bara styttra og bara svona ekki segja þeim frá öllu í einu segja þeim bara kjarnirt stutt frá en mögulega bara 1 mínúta kannski 2 samtalið sko því að þau taka við þessu og svo bara, ég man hún bara ok, tók við þessu og svona náttúrulega ræðið og faðumlaug og eitthvað og svo fór hún bara að leika og hæfni barna þarna til þess að svona að fara inn og út úr svona aðstæðum er alveg ótrúlega sterk og hún er alveg ótrúlega mikilvæg og ég veit ég mittist aðeins á hana Matthildi Bjarnadóttir sem er svona verkefnastjóri fyrir Örnin að hún hefur talað mikið um þetta að hvernig börn svona vinna með sorg
og þú veist, og þetta náttúrulega sorg strax bara við greiningu það sorg, en svo náttúrulega sorgin miklu meiri við að missa síðan foreldri, en það þetta það hafa þessa hæfni sem að þú veist, meðan við fullorðin erum einhvern veginn svona viðvarandi ástandi og getum bara svona sokkið dýpra og dýpra, að þau eiga einhvern veginn auðveldara með að þú veist, að taka við þessu upplýsingum, kópla svo út og þetta bara í alveg hugsunarleysan leik bara og þannig, og koma svo kannski aftur og svo kannski kemur eitthvað og þá komaðu bara aftur kannski bara 2 klukkutímum seinna og bara en heyrðu með þetta krabbamein og bara einhver spurning og það svo frábært og þú veist, ef það skapast rými fyrir til þess að gera það hægt að þú veist, hafa þetta samtal þannig að þú veist, að þetta mæta þeim bara á þeirra forsendum hvar þau eru í sínu sko. Þú hefur aldrei tekið þá leið að reyna halda leyndu fyrir þeim hvernig ástandi var á hverjum tíma fyrir sig? Nei, við ræddum það í rauninu bara í aðdragandanum á sín tíma, þú veist, sko við kannski, þú veist, ekki halda leyndu en þú veist, við vorum kannski geta að þú veist, óvissan sem við ræddum hérna áðan, við erum mjög oft á þessu tímabili í óvissu ástandi vegna þess að við erum í svona einhvern vísi að því að það getur fyrir að koma slæma fréttir og þú veist, alveg vísbendingar það en við vitum það ekki, við verum að sjálfsög ekki sitja börnin til það að þú veist að upplýsa þau einhverja óvissu eða eitthvað svona, það sem að við erum ekki með staðfestar upplýsingar en með kannski vísa einhverju, það var engin ástæð til að fara þangað, þannig að við héldum því vissulega frá þeim en það var ekki upplifun okkar að vera að leina þau einhverju, heldur bara meira við vitum ekki að fullu hvað þetta þannig að við þurfum að bíða eftir næsta hitting með lækni eða myndatöku hvernig það áður en við tökum eitthvað lengra. Ertu sammála þessu Melkorka? Var svona svipaferli hjá þér? Já, sko ég ekki að leggja á þau allt of mikið í einu? Já, þau eru náttúrulega aðeins eldri börnin mín og það var svona, maður var svona einmitt að passa sig svona kannski stundum að vera ekki að segja þeim endilega strax allt einmitt þetta með óvissuna, en mér varst líka bara áhugavert hvernig börnin voru að taka þessu og semst yngri strákurinn minn var til dæmis, sagði við mig sko áður en ég missti hárið að hann vissi það að ég var að fara að missa hárið þá sagði hann mamma, nennir nokkuð að vera bara alltaf með hárkolluna þegar þú ert í kringum mig og mér varst það svona áhugavert hvernig hann sagði strax þá í rauninni hvernig hann leið að hann kveið fyrir að sjá mig sköllótta og ég sagði ég get alveg reynt að mun eftir því sko, en svo þegar ég missti hárið þá sá hann mig náttúrulega sköllótta stundum að ég nefndi náttúrulega ekki að vera með hárkoll alltaf og þá kom hann alveg til mín og sagði, heyrðu mamma, þetta ekkert svona hræðilegt að þú sért ekki með hár. Þannig að hann var alltaf svona að koma til mín og segja aðeins svona smá upplýsingar sem að komu, hann var eiginlega að vinna úr sínu með því að segja mér frá, sko. Já, þannig að það hjálpaði honum alveg mjög. Svo var eldri strákurinn minn, hann var meira svona á gelgjunni á þessum tíma sko, þannig að hann var svona hann var átti pínu erfitt með að, hann var svo cool, hann átti pínu erfitt með stundum að díla við sko þessa og maður fann alveg til með honum að því leiti sko að það erfiðar að vinna með tilfinningar þegar maður ætlar að halda þeim öllum svona bara. En fenguði bæði faglega aðstoð við að tala við börnin? Nei. Hannes, þú varst að leita eitthvað til Matthildar eða ekki? Jú, það í framhaldinu sko, þú veist, en þetta frábær punktur, þú veist, í rauninni, þetta alveg eitthvað sem ég hefði verið rosa gott að fá, en ég, þú veist, sá stöðningur sem að ég leitaði þarna aðeins fór að heiti félagsráðgjafa 3-4 sinnum svona þegar veikindi voru svona versnandi frá mig vorum 22 það hjálpaði mér ekki en ég held að það sé líka bara, ég held að þetta með meðferðaraðila og einstakling sem að sækja það, ég held að það sé bara samband sem það bara hitt einhvern veginn í mark sko, þú veist, ég ætla ekki að vera að fá þau bjargar sem ég kannski þurfti þar þetta samtal og það var til dæmis þetta að þú stendur í þeim spórum að þurfa að segja börnunum þínum að mamma að sé látin. Það erfiðast sem ég hef gert á ævinni og það, þú veist, ég var alveg búinn að hugsa þetta í töluverðum tíma og þú veist, ég svona hvernig maður, þú veist, hvernig nálgastu eitthvað þannig. Það bara, þú veist, alltaf fyrir eftir aðstæðum og einstaklingum og öllu og þú veist, það kannski stuðningur sem að ég hefði getað viljað sótt einhvers staðar sko, þú veist, en ég fengu mjög góða stuðning frá honum, þetta Eysteinn Orri sem var sjúkrahúsprestur á þessum dögum í kringum allat Velborgar á Landspítalanum, algjörlega frábær maður og átti góða stundi með stelpunum og náði vel til þeirra
og mín líka, og við hittum hann svona 2-3 aftur eftir svona næstu 6-8 mánuðum eftir, þannig að hann var frábær. En svo var þetta bara þessi tenging sem við fengum síðan fljótlega eftir andlát að var þetta svona sorgarúrvinnslu barnanna, að það að fara inn í semst örnin sem er semst samtök sem eru miðuð á börn sem eru aldrei 9-17 ára og hafa mist foreldri eða jafnvel systkini líka eða svona eitthvað svona nákvæmur. Þau eru algjörlega frábær og þetta eru samtök sem hafa reynst okkur ótrúlega vel og þetta er sem sagt, þannig unnið það hist einu sinni í mánuði alltaf á einu miðvikudegi yfir veturinn upp í Víðilandskirkju, þetta er ekki þaðan en þú veist, ég held að það geti verið hverja trúar sem þetta er reki á kirkjunni en starfið er Matthildur er einhver starfið, hún er prestur upp í Víðilandskirkju og held að segja þetta með verkefnastjóri Arnarnes og hún er, hugsa ég, eitt fremsti meðferðaraðili í sorgarúrvinnslu barna og það er einmitt vill þannig skemmtilega til að í dag er alþjóðlegur dagur barna í sorg sem er alltaf 3.-5. dag í nóvember á hverju ári og það er núna í dag þá í hádeginu var viðburður í Víðilandskirkju þar sem að Matthildur er með 5 ungmennum úr Erninum sem hafa verið í starfi 19 tíma og er kannski þjálfuð í því að vinna með sín tilfinningar sem að segja frá sinni reynslu að það er mist foreldri og þetta er ómetanlegt fyrir börn sem að það er og við mætum á alla viðburði sem við getum hjá Erninum og sama er hjá Ljónshjarta sem eru fyrir unga ekkjur og ekla sem hafa mist foreldri. Það er svona meira kannski félagslegt meðan að þetta er svona meira, þetta er bæðið svona faglegt og félagslegt og svona góð nálgun. En þetta fyrir mér er þetta bara svona fjárfesting í því að fyrir stelpuna mínar að kynnast öðrum börnum sem hafa tekið þessi sömu skref og geta átt þá samtal við mín yngri er bara 9 ára, hún er bara að byrja í Erninni núna, hún er búin að þurfa að vera þessi fyrstu 3 ára án Arðarins í rauninni meðan svo eldri gat verið en þessi eldri, hún er bara komið góðar vinkonur þarna inn í þessum hópi sem að búa ekkert í nálægð okkur, er ekkert með henni í skóla eða annað og ég fyrir mér er þetta bara þegar hún er 14 og 15 og fyrir gegnum einhver erfiðleikastig eða hvað sem er því að sorgin er viðvarandi og hún kemur í hæðum og læðum og stundum er lífið bara frábærlega og þú manst ekki einu svona eftir þessu og svo getur þú farið í mjög svona þungandar og geta leita til einhver sem hefur verið að takast á það sama og einhver svona treystir, einhver sem þú bara þekkir vel, það er ómetanlegt og það er unnið ótrúlega gott starf þarna fyrir þau. Þannig að það er mjög erfitt að fara fram á það af bara bestu vinkonunni eða besta vinniðinu sem er með þér í bekk og er 14 ára að ætla að taka þetta samtal með þér það er bara, þau hafa enga forsönd til þess hversu, og ég verð ekkert að segja vináttuna eða annað, bara vináttan er frábær en það er bara ekkert sanngjarnt fyrir hinn einstaklingin heldur að taka það samtal og þess vegna er svo gott að tengja þessi börn saman. En fátt er svo með öllu illt eins og það stendur og bæði hafið þið í rauninni valið ykkur að hluta til starfsvettvang þar sem þið getið nýtt ykkar reynslu. Helga Olga, þú ert að starfa í ljósinu? Já, ég þegar ég greindi og fór í ljósið og eins og ég sagði þá fannst mér leirinn hafa gripið mér rosa mikið og svo ætla ég bara að fara aftur á vinnumarkaðan og fara aftur að kenna og láta eins og ekkert væri og það er náttúrulega bara mjög erfitt, maður er einhvern veginn bara breytt manneskja og með einhvern veginn breytt viðmið og maður vill láta drauma sína rætast og ég hugsaði mér alltaf að ég ætlaði að vera listakona í ellinni, ég ætlaði að fara í fótspor ömmu minnar, föðurömmu minnar sem var hélt sína fyrstu myndlistasýningu 80 ára afmæli sínu og en svo þá vaknar maður svolítið upp það er verður kannski engin elli, maður bara þarf að gera hlutina bara ef maður vill láta einhverja drauma rætast. Þú ert að kenna í ljósinu? Já, ég fór í leirlistaskóla, myndlistaskólan í Reykjavík og tók diplómanám í leirlist bara út af því að ég kynntist leirnum hann í ljósinu og það var bara dásanlegt að fá einhvern veginn það tækifæri og nú er ég leirlistakona og er bara með stúdíó heima hjá mér og svo hafði Erna samband við mig og spurði svona hvort að ég hefði einhvern hug á að kíkja kannski og leiðbeina eitthvað í leir hjá henni
og ég hélt nú það, ég var bara rosalega ánægð að fá þessa fyrirspurn sko, þannig að ég einu sinni í viku eins og allavega, kannski verða meira í framtíðinni. Er það ekki þannig oft með fólk sem að gengur í gegnum svona lífsreynslu og fær faglega hjálp og er þakklátt að þá vill að gefa eitthvað á móti? Það er nefnilega málið, það er svo rosalega gott að góð tilfinning einhvern veginn að miðla aftur og ég fann það kannski fyrst svona þegar ég var beðin að halda erindi á svona bleikum degi í Krabbameinsfélaginu fyrir 2 árum og erindi mína sögu og bara mitt ferli og allt það og hvernig allt hefur gengið og svoleiðis að það eins og sálfræðitími eins og þú sagði með börnin sem að segja frá sinni reynslu þarna í kirkjunni að þetta það er eitthvað töfrar sem að verða við það að segja sína sögu. Ég fór líka í viðtal í útvarpinu á sama degi, þannig að bleika deginum og eftir þennan dag þá var eitthvað sem bara var breytt einhvern veginn. Mér var einhvern veginn létt leið eins og ég væri búin að aðeins að setja þetta svona fyrir aftan mig og bara gott að koma þessu einhvern veginn áfram og þetta finn ég líka í ljósinu núna þegar ég í leir þá auðvitað, þú veist, maður bara leiðbeina í leirnum en maður getur samt svona komið með aðeins svona stundum inn á milli eitthvað svona smá, eitthvað svona leiðbeiningar eða bara það ég greindist með krabbamein líka, ég hér núna þú veist, það var 2017 og það líka til góðar sögur, það líka til jákvæðar sögur krabbamein sem svo dýrmætt. Þú ert orðin varaformaður Krafts. Já, þannig að þetta kannski ekki svona kannski beint, þú veist, starfsvettvangurinn minn sko. Nei, ég veit að þetta auðvitað sjálfboðastarf. En já, þannig erum við, þú veist, já, það var vorið, 24 þar síst vor. Að þá var verið að skipa nýja stjórn, þá var sama stjórn búin að vera yfir töluvert langa tíma og meðal annars hafði þeim senkað breytingu þar hafði senkað meðal annars vegna COVID sko, þetta var svona álagstími sem dró á félaginu, þannig að það var svona alveg heil umbreyting á stjórninni og kom alveg heil ný stjórnin og ég var hluti af þeirri nýju stjórn sem kom þarna inn og það hefur verið alveg ótrúlega gott að fá bara tækifæri til þess að vera að vinna með líka bara mikið hæfu fólki. Það er rosalega gott fólk sem velst til starfa í svona og er að bjóðast fram í að taka þátt í þessu. Þannig að það er bara svona einhvern veginn valdeflandi að vera að hitta starfsmánaðarlega og fara yfir þá straum á stefnu sem hvað við getum gert til þess að bæta félagið enn betur. Allt fólk sem hefur beina eða óbeina reynslu af krabbameini, bæði þarna nokkur konur sem hafa greinst sjálfur eða konur að kalla sem hafa greinst sjálfur og svo erum við, þú veist, í stjórn og varstjórn erum við 2 aðstandendur og já, og þannig að þetta er bara, já, mjög bara gott og gefandi og það alveg hjálpar í, þú veist, allir svona úrvinnslu að, þú veist, að gefa tilbaka, það gerir það og þú veist, og það er að samæla með, þú veist, þó að ég sé ekki virkur í stjórnarstörfum með hana þannig hjá eins og Erninum eða Ljónshjarta þannig að bara, þú veist, þannig að ég er mjög virkur félagsmaður. Ég segja þannig, bara við mætum mjög vel og þú veist, og svona leggjum okkar mörkum í það að viðburðir gangi vel upp og tækist og svona sinnum og því að þetta er bara allt félög sem vinna bara ótrúlega gott starf og það er svo mikilvægt að þátttaka er svo mikilvægt til þess að starfið skili sér, sko. Þú veist, ég þekki það í ljósinu og svo við í Krafti að það getur verið, þú veist, svona mikilvægt í það að vinna flott námskeið eða annað þess og það getur verið alltaf erfitt oft ef að þátttaka er síðan lítil og annað, en það er líka bara ákveð svona skalavandamál sem við eigum við á Íslandi, við erum alltaf bara 400.000 og þú veist. Já, stundum rosa mikið og svo stundum lítið. Já, hlutfallslega erum við að ná alveg ótrúlega hátt hlutfall fólk sem að skrá sig í Kraft sem er greint á þessum aldri 18-40 ára, en þrátt fyrir það að þá er sko fjöldi einstaklingana er ekki það rosalega hára, þú veist, það getur verið erfitt að mynda svona stærri hópa og stuðningshópa og annað þess þar. Já, ég skil það vel. Mér langar svona að enda að stökkva aðeins inn í daginn í dag eða það sem er að gerast núna, nú eru jólin framundan. Þá hvarflar hugurinn að því hvort að það er ekki einn erfiðasti tíminn fyrir syrgjendur, bæði hvað varðar þig og þína systur og alla þá sem þú ert búin að missa, Hannes. Hvernig tæklið þið, svo ég noti nú það ljóta orð, gott að geta þetta? Þú byrjaði því.
Já, ég bara hef fundið það sko að einmitt jólin hefur einmitt verið bara mjög erfitt svona að tækla eða sem sagt, já, ég bara að því að Kristín Björg hún deyr í janúar 2015 þannig að jólin 2014 voru bara óbáslega erfið og maður bara vissi alveg í hvað stendi og þetta sat í manni svolítið að því að og líka hún var bara rosa mikið jólabarn, henni fannst hún var alltaf með eitthvað kósí á jólunum og það var yndislegt að koma til hennar og það var rosalega tómarúm einhvern veginn, allt í einu meira tómarúm yfir jólin og svo náttúrulega greindist ég rétt fyrir jólin og það var líka rosalega erfið jól þar sem maður einhvern veginn var í óvissu og vildi ekkert endilega láta alla vita alveg strax og ég man að ég fór í starfsmanna svona jólagleði og var engin vissi nema ég og það var svona bara mjög skrítin heimur einhvern veginn en maður var svona að reyna að vera að skemmta sér sko með þeim en já og svo eftir þetta þá einhvern veginn sýta svolítið jólin í manni þannig að ég hef alltaf fundið fyrir svona pínu svona erfitt svolítið að koma sér í jólaskap. Hannes, þú hlýtur að taka undir þetta með henni dánardagur, afmælisdagar, jólin. Já, það eru náttúrulega einhverjum svona viðburðir yfir árið sko, sem að, eða svona dagsendingar og tímabil sem eru erfið sko, en sko svona blessunarlega að þú veist, þá deili ég ekki alveg reynslun hennar meðandi jólin því að þú veist, við vorum einmitt ekki með neina af svona stóru dagsendingum í kringum jólin. Svo var það bara þannig að þú veist, þannig jólin eru þá svona 4 mánuðum eftir að Vilborg fellur frá og á þeim tíma þú veist, var ég svona kannski búin að ná að lenda þess að löpunum aftur og fór inn í jólin og hefur henni gert það svona mjög markvisst í því að þú veist þessar ytri aðstæður og þetta sem gerist og þú veist, jólin alltaf hátíð barnanna sko og þú veist, og það var alveg svona útgangspunktur minn að það yrði það bara áfram og þú veist, svo vana föst þessi börn. Já, einmitt, og ég bara ræddi við stelpurnar bara, þú veist, eitthvað sem við viljum breyta það annað, þú veist, við vorum svo búin að vera á aðfangadag bara einn saman einhver nokkur röð en við færðum okkur aftur til tengdaforeldra minna og semst þannig ég fór með stelpunum þangað og við höfum verið þar síðustu þá Já, sniðugt. Já, síðustu 3 jól og þau búum í nálægt okkur og erum þá bara þar til svona 10 og opnum pakka til og frá þessum hóps bara saman og við erum það er mjög þétt jóladagskrá hjá okkur, við erum mjög mikið viðburðum og annað og þú veist ég meina það frábært aðvendukvöld þetta hjá Krafti sem gaman að mæta á, þú veist, og koma og við mæta á þessi aðvendukvöld í Krafti eftir að Vilborg fellur frá. Þannig að við svona bara, þú veist, stelpunum bara þekkja þetta samfélag og vita því og þú veist, svo jólabingo hjá Ljónshjarta og Kraftur með frábæra viðburð sem hann vindislegur sem við höfum farið síðustu 2 ár upp í Heiðmörk og upp í Skógrækt og útbúið skreytingu fyrir leiðið. Það er bara yndislega starfsfólki þar gefur þessum tíma þarna til þess að vera með okkur í þá búin til bara mjög fallega skreytingu sem við fyrir svo að leggjum að leiðið. Þannig að þetta eru þessar gamlu hefðir og svo eru það nýjar hefðir og þú veist, einhverja gamla hefðir sem þú vilt halda eða eru þær ekki bara sveigjanlegar og má breyta þeim eins og við fórum aftur út af heimilinu og inn til tengdaforeldrana. Líka bara sem mér varst bara svona pínu, ég held að það hefði svona sett meiri áherslu á það fyrir stelpurnar að við hefðum missirinn ef við hefðum bara verið 3. Bara 3, við hefðum átt yndislegan tíma og allt það sko, en þá hefði bara verið 3 og það hefði verið svona tómasætið hefði verið meira áberandi en með því að fara, þú veist, tengdaforeldrarnir að vera með þau 2 þá líka og systkini Vilborgar og maka eftir bara því hvernig hendar hvert árið sko, að þá er þetta allt í orðinn hluthangur miklu stærra og það er algjörlega yndislegt sko. En svona bara rétt í lokinni, sumir hafa sagt að tíminn lækni bara engin sár, maður læri bara að lifa með sorginni, þið sammála því? Algjörlega. Ég hafði aldrei trúað í einhvern veginn. Ég man að þegar ég var nýbúin að missa Kristínu Björgu og samstarfskona kemur til mín og segist sýna mér svo mikinn skilninga því að hún hafði mist bróðun sinn fyrir 5 árum. Að þá hugsaði ég alveg bara svona, vá, 5 ár, það er nú svolítið mikið, eitthvað langt. Og hún lítur að vera komin yfir sína sorg einhvern veginn. Og það var svona hugsunin fyrst að miklu meiri sorg hjá mér, ég var að missa hana. En svo skilja ég hana svo vel núna, sko. Og það voru einmitt 10 ár núna í janúar síðasta, síðan að hún féll frá.
og það það rosalega skrítið og maður svona staldrar oft við bara, þú veist, ég er með myndavegg sem sagt af henni og maður horfir stundum bara svona hvernig getur ein manneskja bara allt í einu verið ekki til. Það einhvern veginn, það rosalega skrítin tilhugsun að bara að maður fái aldrei að hitta systur sína aftur. Þannig að það heldur alltaf áfram en eins og þú segir þá náttúrulega lærir maður að lifa með því. Já, minningin alltaf til staðar. Minningin alltaf þarna og það dýrmætt að halda minningun á lofti og stundum þykir mér vænt sorgina að því að hún heldur minningunni. Þannig að ég svona stundum bara leyfi mér svolítið að staldra við, ég heyri eitthvað diskólag í útvarpinu og bara, þetta Kristín Björg, sko, hún var svo mikið diskódrottning og ég svona bara fer að gráta og leyfi mér það og finnst það svo gott einhvern veginn, að því það heldur henni lifandi í mínum huga, sko, þannig að þetta bara, það svona þetta rosa skrítið, hvernig tíminn líður áfram en hún samt en þá ekki hér. En samt með ykkur. Já. Hannes? Já, ég get tekið undir þetta bara algjörlega, þetta bæði með, þú veist, og sérstaklega með þetta með það að sko leyfa sorgin að koma og þú veist, og bara þetta að gráta, það svo hreinsandi og bara svo gott og svo bara holdt. En þú veist, svona þegar þessar bylgjur koma, þegar hún hellist yfir, að þetta ekkert alltaf á hentugum tíma eða hvernig sem það sko, en maður allavega í aðstöðu til þess að ég myndi ekki ýta henni frá, heldur að hleypa inn og bara, og leyfa því bara brjótast út, sko, og ekki síður bara með, þú veist, með börnunum, sko, þú veist, og taka þá bara, þú veist, við bara tökum okkur stundir og bara förum gegnum gamla myndir og þú veist og þegar við gerum það þá koma þú veist minningar og tár og þannig og svo það líka sko annað þú veist við erum fullorðin og með okkar þroskaða framheila og eitthvað þannig að þú veist sorgin hún með okkur og við höfum svona farið í gegnum hana á ákveðin hátt og hún verður með okkur alltaf á ákveðin hátt en þú veist börn þau eftir að upplifa sorg á allt annan hátt þú veist ég meina sem 6 ára þegar hún missir og hinn 10 ára sem 9 og 13 núna og ég meina við eftir að horfa á það að þú veist þær eftir að fara í gegnum alls konar þú veist viðburði sínum þú veist upp á skólagöngu upp á þú veist að fermingar og gifta sig og allt þetta án mömmu sinnar og þær munu upplifa öll þessi tímamót án mömmu sinnar og það eru spór sem ég get ekki sett mig í sko. En þú veist þarf að vera tilbúin bara til þess þegar að þú veist þau fara í gegnum þessu sorg á alltaf þannig átt og þú veist hún kemur hún aftur og aftur í nýjum höggum í nýjum viðburðum og annað og það mikilvægt að vera svona meðvitaður það þú veist maður sjálfur kannski komin á ótrúlega góðan stað en þú veist þau börnin þurfa að fá tækifæri til þess að gera þetta líka sko að þú veist færi gegnum sitt og þá bara sækja sér stuðning þegar þess ef það sko því að já hrættilegur stund þegar gaman að spjalla saman og þó að viðfangsefnið eða umræðefnið hafi nú ekkert verið sérstaklega skemmtilegt þá var það áhugavert svona alveg í endingu hvað ætlið að gera á eftir? Ég veit að þú ert að fara í Lindakirkju Hannes, eða ekki satt? Vítalinskirkju. Vítalinskirkju, fyrirgefðu. Þar einmitt þessi viðburður sem að á vegum barnarins vegna það dagur barna í sorg þannig að við förum ég kíki þangað og svo þetta í hádeginu og svo seinni partinn stund klukkan 4:30 þar sem ég fer með stelpurnar og þá svona föndustund þarna milli 5:30 og 5:30 sem maður föndur svona fyrildi og sem síðan svona minningastund fyrir þá sem hafa mist inn í kirkjunni 1730 og þar sem þessi fyrill eru notuð og svo borðað saman og þetta mjög fallegt. Skemmtilegur og fallegur dagur framöndan hjá þér. Já. Melkorka, hvað ert þú að gera núna? Já, ég bara ég að fara að syngja eftir eða það svona við erum að starfsmannakór menntaskólans við Sund að hittast og syngja saman sem alveg ofsalega gott og langt síðan ég hef verið að syngja í kór þannig að það mjög kærkomið við erum bara dálítið mörgir kennarar í MS sem eru kórfólk þannig að ég er að fara á smá æfingu og svo fer ég alveg örugglega í göngu í dag því að ég með slitgikt út af andhormónum sem ég fari í gegnum og þarf alltaf að taka göngutúr bara þó það sé ekki nema stuttur þannig að það er þessi öruggu punktar sem ég er að fara að gera í dag allavega. Skemmtilegu dag framöndan hjá okkur báð. Já, takk. Mikið þakka ykkur fyrir að koma því að verið einlæg og mjög fræðandi og ég veit að
það eru margir sem að samsama sig því sem að þið hafið talað hér í dag og við viljum bara hvetja fólk til þess að mæta í kraft, unga fólki til að mæta í kraft og alla til að mæta í ljósið þar sem að svona frábær starfsemi fer fram. Ég raunir ekkert bara unga fólki, líka bara aðstandendur. Því að krafturinn er mynd, þetta er fyrir 18-40 ára sem að greinast, sko, en aðstandendur á öllum aldri. Þannig ef þú ert aðstandið sem átt greindan krabbameinsfjölskyldumeðlim sem eru utan þess aldurs, þú getur leitað á sóttstöðning hjá krafti og mætt á viðburð þar. Og líka hjá ljósinu náttúrulega, þeir voru með alls konar námskeið fyrir aðstandendur, þannig að það er bara dásamlegt. Nýta sér þetta. Ég segi bara guðlaun eins og amma mín sagði forðum og kæra þakki fyrir komuna. Takk sömuleiðis. Hittumst að vikuliðinni verið sæl. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is